Lárus Jónsson, þjálfari. Lalli, spurning dagsins. Hvað með Mótli? Verðum við með á morgun? Svara kemur á morgun. Farsinn heldur áfram. Já, í rauninni. Þetta við erum býð eftir einhverju sönnum þar sem sé ekki með kennitölu í Chile. Samt hann með frumrit af túristavísa frá Chile. Þannig að Útlendingastofnun að túlka einhverjar reglur rosalega þröngt og Vinnumálastofnun líka í rauninni að túlka lög rosalega þröngt. Þannig að fyrir mér þetta bara eiginlega brot á hans vinnuréttindum. Hann kemur sem sérfræðingur í körfubolta og fyrir að vera mánuður sem hann ekki fengið að stunda vinnuna sína út af einhverjum smáatriðum. Já, getur bara rétt ímyndað ykkur ef við varum að fara eitthvað erlendis og fengjum ekki að stunda okkar vinnu. Þetta er eiginlega bara brot á hans vinnuréttindum finnst mér. Ég er svona út á stoppistöð og strætt og kér alltaf fram og segir hann örugglega ekki með íslenskt yfirbragð þessi. Já, í rauninni þetta er svona, hann er komið, það er allt komið í gegn, það er komið FBI-vottorð og hann hefur verið áður á landinu, unnið og kom þá bara mjög vel fram og braut ekki neitt af sér. Það kemur ekkert fram í FBI-vottorðunars, þannig að auðvitað á hann bara að fá að spila körfubolta. Og við vonum að það verði bara þegar við mætum á Hlíðar þetta morgun og sækjum Valsmenn heim. Hvernig er stemmingin og hópnið fyrir það leik? Stemmingin er bara mjög góð. Við bara byrjum að undirbúa okkur 2 dögum eftir að við spilum síðasta leik fyrir Valsara. Og erum búin að stúdera það bara vel, þannig að leikur leggst bara vel í okkur. Síðasti leikur var náttúrulega gríðarlega góður þó hann úrslitin væri ekkert pínulítið, þau voru bara gríðarlega mikil vonbrigði eins og leikurinn hafi þróast, voru yfir nánast að leikinn og svo tapast þetta á einhverju, förum ekkert út við töpum bara á síðustu sókninni og þannig að taka allt það góða sem að væri þeim leik og fara með því farteskinu gegn Val á morgun. Já, mér fannst við spila svona lungan þeim leik bara vel og svo náttúrulega komst bara Stjarnan aftur inn í leikinn og náði að klára hann í lokin. Í rauninu bara með að setja, þeir settu stórskot á meðan við klikkuðum bara stórskotum og svo var þetta bara 1 eða 2 frákast til að frá. Hvernig líður Valsliði? Þurfum við að undirbúa okkur eitthvað öðruvísi gegn þeim heldur en öðrum eða ertu búin að kortleggja á vel? Já, þeir eru rosalega gott skotlið og þeir eru náttúrulega með Búker sem er sonur hans Búker sem gerði Garðin frægan með Valinn líka. Heldur betur. Þannig að hann er stórhættuleg skytta. Svo er náttúrulega með Pavel Ermolinski sem hefur náttúrulega verið besti leikmaðurinn í deildinni síðustu árin bara. Og svo er þeir með Ragga Natin inn í miðjunni og svo náttúrulega eru frá að glíma okkar gamla félaga. Hann Felix spilaði með okkur inn í fyrra. Og svo voru þeir að fá nýjan bandaríkjamann, PJ Alavoya, sem var að spila með Stólunum í fyrra, klára tímabilið með þeim. Þannig að þeir eru bara með mjög sterkt lið og þeirra helsti styrkleiki eru skotin, sérstaklega Búker og Breysi. Það er ekki vandamál að fá félagaskipti hjá þeim? Nei, í rauninni ekki. Það snýst bara svolítið bara hvort menn hvernig menn fylla út umsóknirnar greinilega. Við verðum bara að passa okkur á því, Lalli, að í sumar geru menn grína því að þeirra fóru að gera jafntefli við Magna út á Greinivík, hafi ekki verið pláss í bátnum fyrir fleiri stíg á leiðinni heim. Nú eru bara að Siggi að redda okkar afmjölu bíl á morgun, þannig að verið pláss fyrir í stígin 2. Já, ég meina, erum við ekki með eitthvað frábæran bílstjóra sem að keyrir okkur á morgun? Mér skilst að það gerist ekki betra. Nei, þessi klikkar ekki. En það er ekkert annað en mikil von og gleði sem að verður með í fartexinu og menn ætla sér að ná í fyrsta sigur vetrarins. Já, það styttist alltaf í fyrsta sigurinn. Það gekk vel. Takk fyrir.